Já, velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að ræða pressuna undir pressu. Það fréttir vikunar eru það að lögreglustjórinn á Akureyri hefur kallað 4 blaðamenn til yfirheyrslu og tilkynnt þeim með sömu réttarstöðu grunaðra í rannsókn sem hann með, og það hefur dregið fram þá stöðu sem blaðamennskan í nútímasamfélagi. Kannski þetta venjulegt, kannski þetta versna. Við komumst á því með því að ræða hér við þrautreint blaðafólk. Það Aðalsteinn Kjartansson sem blaðamaður á Stundinni og einn þeirra sem eru með réttarstöðu sakbornings í málinu. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, hún fréttamaður á RÚV og auk þess formaður Blaðamannafélagsins. Jóhannes Káur Kristjánsson, þrautreindur rannsóknarblaðamaður. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, þrautreindur blaðamaður líka en núna upplýsingafulltrúi. Kristi Hrafnsson, hann ritstjóri Wikileaks, og Atli Þór Fandal sem ekki blaðamaður lengur. Ég held að hann hafi skammað mig einu sinni fyrir að kynna sig sem blaðamaður. Hann hefur ekki trú á því að einu sinni blaðamaður alltaf blaðamaður, en hann þramt þrautreindur blaðamaður. Og við ætlum að reyna bara að greina ástandið, og það kannski eðlilegt að byrja bara á Aðalsteini. Hvað snýst þessi rannsókn? Nú ertu búin að fara í yfirheyrslu, ef ég veit rétt, ég veit ekki alveg. Hvað verið að rannsaka? Verið að rannsaka það sem Páll Vilhjálmsson, sem líka blaðamaður, segir að sé byrlun og þjófnaður á síma skipstjórans fyrir norðan. Hvað verið að rannsaka? Ég ekki alveg búin að fara í yfirheyrslu. Hún boðuð núna á mánudaginn, mánudagsmorgun bara. Ég veit bara það sem að mér kynnt þegar ég var boðaður í þessa yfirheyrslu, og lögreglustjórinn hefur kynnt opinberlega síðan. Það grunur að ég hafi brotið friðhelgi einkalífs, sem skilsta sé í tengslu við þessa skerjulega umfjöllun. Meira veit ég svo sem ekki rannsóknina sem slíka, en hún virðist bara byggja á því að ég hafi birt fréttir, unnið fréttir, tekið við einhverjum gögnum sem að lögreglan telur að séu illa fengin. En já, meira veit ég ekki þessa rannsókn. Var þetta kenningar Páls, menntaskólakennara í Garðabæ, að þá hefði ég náttúrulega svarað þeim áður með afgerandi hætti. Ég hef ekki eitrað fyrir nokkur meinasta manni. Nei. Og þannig að þú upplifir að hann sé verið að kalla þig til yfirheyrslu og tilkynna að þú sért með réttarstöðu grunaðs manns einhvern glæp, vegna þess að þú ert bara að vinna þína vinnu sem blaðamaður. Það verið að vísa í tiltekin ákvæði hegningarlaga sem snúa að því að nýta gögn eða sækja gögn eða skoða gögn eða birta gögn sem að snúa að friðhelgi einkalífs. Það reyndar í þessum lagaákvæðum sérstaklega tekið á því að þetta eigi ekki við þegar gögnin eigi erindi. Þess vegna þegar almannahagur á því að þessi gögn séu sótt og birt. Þannig að ég tel alveg auðsýnt að þarna verða að vísa í fréttaflutning. Svo náttúrulega fyrir utan það að þá veit ég náttúrulega sjálfur hvað ég hef gert og hvað ég hef ekki gert, og get alveg staðið á því styrkum fótum að það get ekki verið til gögn eða vitnisburður það að ég hafi brotið einhver lög. Þannig að þetta snýst bara fréttaflutning. Já, það fréttir sem að þú skrifaðir, eitthvað af þeim sem að þú getur flokkað sem að væri einkalíf, að þú værir að rjúfa friðhelgi einkalífs þessa fólks? Eða voru þetta opinberar upplýsingar sem þú varst að birta, eða sem áttu erindi við opinber umræðu? Ég held að það sé hafið yfir allan vafa að umfjöllunin sem ég skrifaði skærulega deild Samherja hafa átt erindi við almenning. Það hefur að mér vitandi enginn dregið það í efa. Viðbrögð fyrirtækisins Samherja við þeim upplýsingum sem þarna koma fram staðfesta það svo endanlega að jafnvel því fyrirtæki þykir það alveg koma almenningi við eða viðurkenni það að var gengstu því að þarna sé verið að upplýsa eitthvað sem er ekki eðlilegt. Þeir báðust afsökunar, ef ég maður rétt, á þessu sem að þið voru að skrifa sem kom fram þarna. Þeir báðust afsökunar. Akkurat.
Akkurat. En hvað að gerast, Aðalsteinn? Hvernig upplifir þetta? Þú ert blaðamaður að starfi og þú ert kallaður sem að grunaði maður. Hvað upplifir það sig í gangi? Það bara svo margt sem gæti verið í gangi. Í grunninn snýst þetta þó bara það að það verða að fara á eftir þeir sem að segir frá. Blaðamenn í eðli sínu eru að höndla með upplýsingar sem að einhver vill ekki að birtist. Okkur sem fagstétt er falin svo ábyrgð að vega og meta hvað fréttnæmt, hvað á erindi við almenning. Við og okkar störf erum ekkert hafin yfir gagnrýni eða umræðu og það bara fullilega eðlilegt að taka umræðum það fréttamann sem á sér stað inn á fjölmiðlum. Það tel ég ekki, eins og ég sagði áðan, vera einhver efi að í þessu tilviki var hárrétt mat á þær upplýsingar sem birtar voru, þær upplýsingar sem vísað var í umfjölluninni áttu erindi við almenning, voru fréttir. Þannig að í mínum huga algjörlega ljóst að þarna verið að fara eftir þeim sem að segja frá, að upplýsa almenning og það bara ekki í lagi. Það hafa líka fallið dómar hjá Mannréttindadómstóli Evrópu sem að íslenski blaðamenn hafa ítrekað þurft að leita til vegna aðgerða og inngripa íslenska ríkisins. Þannig að mér finnst þetta mjög varasamt og ég leyfi mér að segja það, jafnvel áður en ég hef farið í þessa skýrslutöku og fæ kynningu á nákvæmlega hvert sakarefnið Það búið að vísa í þessar lagagreinar, það fjallað það að fara og sækja, skoða og birta og náttúrulega eitthvað aðeins fleira en svona heilt yfir þetta gögn enga gögn fólks með þessum eðlilegu fyrirvörum, eins og ég nefndi áðan líka, að almannahagsmunir vegi þyngra. Já, ok. Sigríður Dögg, hvað að gerast? Það sem að gerast í rauninni að blaðamenn hafa verið kallaðir til yfirheyrslu og þeim hefur verið gefið rétta staða sakbornings fyrir það eitt að vinna vinnuna sína. Fyrir það eitt að sinna því hlutverki sem svo mikilvægt fyrir öll lýðræðissamfélög að þau veiti aðhald og upplýsi mál sem varða almenning og það bara nákvæmlega það sem að gerast hér. Og það sem við höfum verið að benda á að það svo varhugavert þegar að lögregla telur sig geta gengið fram með þessum hætti að kalla blaðamenn til yfirheyrslu til þess eins og nú eins og Aðalsteinn segir án þá erum við náttúrulega með þann fyrirvara að við erum að fjalla þetta mál út frá þeim upplýsingum sem lögreglan hefur gefið. Og við gefið það út opinberlega að það að ræða þarna þessar tvær lagagreinar í hegningarlögum sem varða brot á friðhelgi einkalífsins. Það engar aðrar lagagreinar sem eru undir til að mynda varandi þjófnað og símtæki eða byrlun eða þaðan að verra. Heldur, miðað við þær upplýsingar sem að þessi fjórmenningar hafa fengið frá lögreglu og lögreglu hafa gefið sjálf upp einungis verið að kalla blaðamenn til yfirheyrslu fyrir það að vinna vinnuna sína. Og það alltaf mjög alvarlegt og Evrópuráðið hefur gefið út leiðbeiningar eða bara tilskipun og ráðleggingar hvernig eigi að fara að í svona málum eins og þessum og lögreglan á aldrei að koma fram við, meðhöndla blaðamenn með sama hætti og almenning væri að ræða vegna þess að við gegnum bara öðru hlutverki eins og við höfum bent á bæði í okkar yfirlýsingu í gær, Félag fréttamanna og Blaðamannafélag Íslands að ólíkt því sem fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins heldur fram, þá gilda önnur lög blaðamenn og það bara skiptir höfuðmáli í þessu samhengi öllu. Að með því að kalla blaðamenn til yfirheyrslu og krefja þá sem að við væntum að það sé verið að gera þarna, upplýsingar hver sé heimildamaður þeirra, það er vitað að þeir muni segja nei vegna þess að heimildamenn njóta verndar samkvæmt lögum. Það má túlka það þannig og bara nýlega
þá fjalluðu formenn blaðamannafélaga Norðurlandana allir þá sömdu ályktun sem sendu út sameiginlega ályktun sem tengd mál en í Svíþjóð og í Danmörku og Finnlandi, þar sem að Danmörku sérstaklega var verið að kalla blaðamenn til yfirheyrslu vegna leka úr öryggisþjónustunni og þar vörðuðu öryggismál þjóða. En bara það að skyldi hafa verið kallaðir til yfirheyrslu þótti mega líta á sem ákveðna svona viðvörun frá lögreglunum, frá stjórnvöldunum að fjalla ekki tiltekin mál. Og það í öllum vestrænum ríkjum sem að við berum okkur saman við og svona stolt af sínum fjölmiðlaumhverfi og lýðræði, þar líðst ekki svona vinnubrögð lögreglu einmitt vegna þeirra fælingar áhrifa sem að svona ákvörðun getur haft. Og þá erum við ekki að tala bara áhrifin sem geta inn í fjölmiðlastéttina og gagnvart þessum fjölmiðlum og blaðamönnum sjálfum, heldur líka gagnvart almenningi sem getur túlkað þessar aðgerðir lögreglu sem tilraun til að þvinga fram upplýsingar heimildamenn sem getur orðið til þess að fólk treysti sér síður til að stíga fram með mikilvægar upplýsingar og sem að þá í rauninni bara hættulegt fyrir lýðræði, hættulegt fyrir samfélagi sem við búum í og fólk orðið hrætt við það að veita upplýsingar sem skipta almenning máli. Af hverju núna og af hverju þetta mál? Hefur þú verið kölluð til yfirheyrslu á lögreglunni út af fréttaflutningi sem þú hefur verið með og tilkynnt að þú sett með réttarstöðu sakbornings? Nei, og þetta svo áhugavert. En af hverju núna þá? Af hverju núna? Hvað sérstakt við þessa tíma og þetta mál? Það mjög margt sambærilegt við þetta mál, svona umgjörðina það allt og tölvupóstamálið sem að ég skrifaði fréttir á í fréttablaðinu á sínum tíma. Þar voru stolin gögn, sannarlega, mjög líklega stolin gögn, svo sem áttu gögnin héldi fram að það hefði verið brotist inn í tölvuna hennar og gögnum hefði verið stolið og komið til fjölmiðla. Ég var aldrei kölluð til yfirheyrslu eða spurninga það hvaðan ég hefði fengið þau gögn. Né heldur var það aldrei höfuð svona megin viðfangsefni rannsókna neins á því máli eða því máli tengdu. Það mál fór síðan í gegnum svona einkamála leiðina, var höfðuð einkamál gegn fréttastjóra og ritstjóra eins og margir muna eftir í gegnum dómskerfið og þar var á öllum stigum dómskerfisins staðfest réttmæti þess að taka á móti þessum upplýsingum birtaðir og vernda heimildamenn þar. Þannig að ég skil ekki, sem eitthvað sem að þetta samfélag þarf að ræða síðan í framhaldinu, hvað hefur gerst í millitíðinu. Það ekkert langt síðan fordæmisgefandi dómar fjallu í Hæstarétti Glitni og Stundina, þar sem að verið að vinna með stolin gögn og þar var sannarlega niðurstaða dómstóla að ekki bara gefa upp heimildamenn sína. Blaðamönnum bæri ekki að gera það. Þannig að ég velti því fyrir mér hvað hefði gerst. Við höfum svolítið verið svona að velta því fyrir okkur hvort að svona umræðan í löndunum í kringum okkur, anduð á fjölmiðlum, herferð ákveðina leiðtoga stjórnmála, leiðtoga Bandaríkjunum, Austur-Evrópu hafi haft áhrif á það, hvernig stjórnvöld, hvernig stjórnmálamenn hvaða viðhorf þau hafa gagnvart fjölmiðlum og þetta kannski eitthvað sem við þurfum í rauninni bara að fara að ræða og skoða. En við sjáum trend, en þau ekkert alveg ný. Við getum rætt bara hvernig viðbrögðum voru við umfjöllunum lekamáli á sínum tíma, Panamaskjölin, fleiri svona stór mál sem beinast gegn stjórnmálamönnum. Þó þetta máli sjálfu sér beinst því gegn stjórnmálamönnum þá komu það aðeins inn á svið stjórnmálamanna og svona stórt pólitískt deilumál sem fiskveiðiauðlindin okkar og kvótamálin. Hvort að þetta sé í rauninni einhver þróun sem hafi farið stigvaxandi vegna þess að umræðan í kringum okkur hefur svona gefið ákveðið frelsi innan gæsalappa með neikvæðum formerkjum til þess að
gagnrýna fjölmiðlamenn og blaðamenn og fjölmiðla með þessum hætti og þá vil ég árétta að ég tek undir með Aðalsteini að gífurlega mikilvægt að fjölmiðlamenn og blaðamenn geti tekið gagnrýni. Það alls ekki það sem við erum að gera, við erum ekki að kvenka okkur undan gagnrýni. Gagnrýni nauðsynleg og mikilvæg og sérstaklega störfum eins og okkar. Það sem einu sem við höfum fram að færa okkar heiðarleiki og starfsheiður. Að við getum tekið gagnrýni og nýtt hana á uppbyggjandi hátt og skoðað í hvert eitt sinn sem við erum gagnrýnd hvort hún sé réttmætt og koma að geti lært af henni. En þetta eitthvað allt annað en gagnrýni. Þegar sérstaklega maður heyrir svona viðhorf sem byggjast á í besta falli vanþekkingu á hlutverki fjölmiðla í samfélaginu eins og við sáum hjá Bjarna Benediktssyni í fyrradag. Þú nefndir Panamaskjölin og hér Jóhannes Káir. Þú ert búin að vera í svona rannsóknarblaðamennsku bara lengur en elstu með muna, eins og sagt Hvað þetta bara það sem að fylgja starfinu eða finnst þér þessi viðbrögð lögreglustjórans á Akureyri vera sérstök? Við þekkjum það og að til dæmis að þú hefur fengið svolítið að kenna á því að þinni blaðamennsku sem þú hefur stundað, þau hefur ekki lifað við kannski starfsöryggi og eitthvað fleira, þannig að það vita að það mikill hiti kringum þetta, en finnst þér þetta að vera svona skref lengra eðlismunur á þessu viðbrögðum heldur en það sem að þú hefur orðið var við áður? Ég veist þetta náttúrulega alveg fáránlegt aðför að blaðamennunum og blaðamennsku, þetta mál fyrir norðan og já, ég meina óskiljanlegt og ég bara fagna viðbrögðum blaðamannafélagsins og félagsfréttamanna og mér finnst nú bara almenningur í landinu vera móttakinn þessu í svona samtölum sem var út í bæ og fólk hefur bara skoðanir á þessu og það er það sem allavega ég skynja að almenningur hann forvið á þessu líka. Á mínum ferli sem blaðamaður og ég meina, ég vann náttúrulega talsvert mikið með honum Kristni Hrafnssyni í erfiðum málum og Aðalsteini líka í Panamaskjölunum. Maður vanur því að fá hótanir frá fólki sem maður að fjalla þegar maður að leita viðbragða. Hótanir eins og, já þú heyrir frá lögmannunum mínum eða það klárt að ég ætla bara að stefna þér og allt þetta. Og þú veist, maður læri fljóta að þetta eru bara innihaldslausar hótanir. Sjaldnast verða þær að veruleika og eins og með meiðyrðamál, ég hef ekki, það er ykkur mál sem að ég hef fengið á mig og þá í siðanefnd blaðamannafélagsins og það er nú annað kapítúl út af fyrir sig. En það virðist vera sem að ef það er prentað, ef það er stafir prentaðar á pappír, að þá meiri hættu því að vera stemt vegna meiðyrða. Það er minnum það í sjónvarpi, það var nú gaman að skoða það. En já, þetta hafa verið svona hótanir, svo maður hefur verið aðkoma lögreglu að ýmsum málum sem maður hefur unnið hefur verið margvíslega. Ég meina lögbannsmálið, það var náttúrulega, það var mjög stórt mál og fór náttúrulega í gegnum öll dómstig og mikil lögfræði þar á bakvið en í mínum huga ósköp einfalt að við vorum öll kölluð sem vitni fyrir dóm og marg spurði að því og spurði margar spurningar þar sem að við náttúrulega neituðum að svara. Við svöruðum engum spurningum og akkurat vitnuðum til þess að það væri skylda blaðamannsins að vernda heimildamenn. Og það er náttúrulega helsta skylda blaðamanns að vernda heimildamenn. Það er skylda númer 1. Þú getur ekki starfa sem blaðamaður ef þú hefur ekki fólk sem kemur og já, lætur þið fá upplýsing, gefur þér upplýsingar og er tilbúið til þess að koma gögnum til þín eða hvernig sem það er. Þannig að þetta er bara mjög heilug skylda. Ég var nú að rifja upp að því að út af þessu umræði hérna hjá okkur að ég hef nú tekið þátt í alþjóðastarfi blaðamanna og talsveit lengi og þekki blaðamenn út allan heim. Og einn af þeim er Roman Anin, rússnesku blaðamaður sem vann á Novaja Gazeta og er núna ritstjóri iStories og í miklu samstarfi við OCCRP og alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna. Vann meðal annars
að Panamaskjölunum í Rússlandi. Hann Roman Anin var færður til yfirheyrslu í apríl í fyrra, vegna frétta sem hann skrifaði 2016 eiginkonu vinar Putin. Hann búinn að vera hleraður af FSB síðan þá og hann svo sem hefur alltaf farið varlega og gruna það að það væri verið að fylgjast með honum. En það hefur allt verið hlerað hjá honum. Það var gerð húsleit heima hjá honum, húsleit á skrifstofunum, ritstjórnarskrifstofunum. Það var allt tekið, minnisbækur, símar, tölvudiska, allt saman. Þannig að þú veist, það sé verið að kalla íslenska blaðamenn til yfirheyrslu vegna mál sem átti svo sannarlega erindi við almenning. Það, þú veist, getum við farið að bera okkur saman við Rússland. Ég bara spyr vegna þess að það er alveg samlíkindi þarna finnst mér á milli. Það var kona sem býr á Íslandi og menntuð sem blaðamaður frá Rússlandi, var á rauðaborðið fyrir einhverju sína. Hún lýsti ástæðu þannig það má skrifa hvað sem í Rússlandi en bara ef það hefur einhver áhrif þá hefur það afleiðingar. Og þegar hún sagði þetta þá hljómaði þetta eins og var að lýsa íslenska ritfrelsinu. Þú mátt skrifa hvað sem en bara ef það hefur einhver áhrif þá getur þú búist við ykkur afleiðingum. Já, því hún nefndi lögbannsmálið, Jóhannes, að þá upp af þess var það að sýslumaður í Reykjavík sem allra vitorði innvígður og innmúraður sjálfstæðisflokksmaður settur lögbann. Lögreglustjórinn á Akureyri innvígð og innmúruð sjálfstæðisflokkskona, satt í bæjarstjórn í Vestmannaeyjum fyrir hönd flokksins. Eigum við að ræða þetta út frá þessu, að þarna sé raunverulega fólk sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur sett inn í dómskerfið sé með kannski 2 alvarlegustu inngripin inn í störf blaðamanna á svona, þetta nú ekki langur tími, þetta bara 4-5 ár. Ég auðvitað ætti að skoða það, ekki spurning, maður hafa ekki útiloka neitt og ég meina akkur ætti það ekki að skipta máli að tengsl þessa fólks vegna þess að hver tekur á endanum ákvörðuna. Það var sýslumaðurinn sem tók þessa ákvörðun, þetta var stór ákvörðun sem að ég efast ekki að hann hafi vitað myndi hafa alvarlegar afleiðingar og sem það mjög hafði og það er sama með þetta mála, þetta er stór ákvörðun að ákveða að gera þessa blaðamenn að sakborningum og kalla á til yfirheyrslu. Það er bara þetta á að skoða auðvitað og eðlilegt að fólk spyrji. Þóra Kristín, við tvö erum þau sem að munum lengst aftur af þessu fólki. Við munum þegar að hið opinbera tók upp meiðyrði og við vorum dæmd til þess að borga sektir í ríkissjóð út af meiðyrðamálum. Svo slaknaði eitthvað aðeins á þessu þegar mannréttindakaflinn var settur inn í endurskoður í stjórnarskránni og sáttmálinn lögfestur, en síðan hefur þetta bara verið að herðast aftur og svo tapar ríkið einhverju til í Evrópusdómstólnum að fyrir aðeins tilbaka, en það er eins og sé alltaf einhver svona afl sem að vill herða og þrengja að möguleikum blaðamanna til þess að stunda sitt starf. Hefur þetta alltaf verið svona, eða er þetta versna, eða eru við hægt og bítandi að færast til betri vegar? Hvað er svona þín tilfinning? Það er að setja hljóðið á, Þóra. Ég held að þetta afl hafi alltaf verið til staðar, en þar sem þið voru að tala Rússland, þá langaði mig aðeins til að minnast á að ég skrifaði grein 2007 þarna blaðamennsku í Rússlandi og var síðan í viðtölum þegar ég var formaður blaðamannafélagsins og var síðan í viðtölum þar sem ég var að bera saman mörg teikn á lofti hér við svona ólíkarka blaðaútgáfuna í Rússlandi. Þannig að ég finnst að þessu umræða sé komin upp aftur núna þegar að ástandið hefur nú versnað til muna hérna heima. En ég held að þessi tilhneiging til þess að þarna hafa taumhald á fjölmiðlunum hafa alltaf verið til staðar. En það sem hefur gerst kannski núna, sem að mér finnst vera talsvert alvarlegt mál, það er það að sjálfsmynd blaðamanna hefur verið að gefa eftir á undanförnum árum á sama tíma og það hafa verið mikla breytingar í
bæði samfélagsgerðinni og tækninni sem hafa fært okkur svona talsvert öðruvísi fjölmiðlun, þannig að það hafa verið miklar áskoranir, en sjálfsmynd blaðamanna hefur verið að gefa eftir og það hefur að hluta til verið vegna þess að blaðamenn hafa orðið með tímanum, það er bæði orsök og afleiðing, einhverjir bara verstu vinnustæðir á Íslandi, þar sem að fólk vinnur endalaust á einhverjum svokölluðum fastlaunum og þarna oft þegar að dæmið tekið saman í vikulokkin að þá er fólk komið sko langt undir lágmarkslaun. Kjörin voru aldrei góð á íslenskum blöðum, þau voru ágætt stundum en þau voru aldrei góð og það var alltaf eitthvað óöryggi í starfinu en það hefur bara keyrt þverbak á síðustu árum. Og þessi þróun byrjaði svolítið af því að þú varst að tala þarna flokksmiðlana, þetta byrjaði í rauninni mjög fljótlega eftir að, eða ekki kannski alveg strax, en þetta byrjaði þarna á þessum tíma þar sem að svona auðmenn fóru að kaupa fjölmiðla til að leika sér að þeim í stóru mæli og tóku þá svolítið niður. Ég held að það hafi ekki verið ætlunin frekar en að maður vill svona brjóta nýja flotta leikvangi sitt en þeir vildu sem sagt ráða öllu og ég meina þeim fannst þetta bara vera eign sín sem að þeir gátu gengið að vild, gert bara uppáhaldsfrekku sína fréttastjóra og rekið alla helstu blaðamennina og ráðið bara einhverja svona krakka í staðinn sem að litu upp til eigendana og gerðu eins og þeim var sagt. Þannig að fjölmiðlar voru teknir svolítið niður á löngu tímabili og það var líka kjararýrnun og núna þegar að verið bara benda á hvað í rauninni hefur fækkað ofboðslega mikið í stéttinni að þá finnst manni þarna og á sama tíma og verið að sparka í fjölmiðlana eins og maður heyrir fjármálaráðherra gera og aðstoðarmann dómsmálaráðherra í þessu máli þarna fyrir norðan sem ég tek nú undir að alveg dæmalaust nema það sé uppi beinlínis grunur að fjölmiðlamenn hafi stólið þessum gögnum beinlínis að þá er engin ástæða til að draga þá til yfirheyrslu. Það er dómafordæmin eru alveg nægum að vernd heimildamann er alveg skýr í lögunum. Hvernig tengir þetta saman, Þóra Kristín? Þú tala svona hrörnun fjölmiðlana og hrörnun bara... Já, ég er að segja að við höfum fjárhagslegur grundvöllur er farin undan, en hvernig tengir það því að ríkisvaldið gengur á lagið og þrengir að... Og þá held ég að við komum að því sem ég var að tala sem að mér finnst lítið rætt í þessu sambandi, að það er þessi sjálfsmynd blaðamanna. Mér finnst þess að blaðamenn hafi í rauninni gefið eftir og þess vegna fagna ég því núna að Páley lögreglustjóri hafi tekið 4 blaðamenn í lögreglurannsókn út af þessu máli vegna þess að það gefur okkur tækifæri í rauninni til þess að ræða það og þessi viðbrögð og þarna að hvaða leyti sko við erum að standa með okkur. Nú er ég ekki blaðamaður lengur en að hvaða leyti blaðamenn eru að standa með blaðamönnum. Ef við horfum til dæmis á þetta tiltekna mál að þá er þarna blaðamaðurinn sem að þú nefndir, Páll Vilhjálmsson, fyrrverandi blaðamaður sem er búinn að fara hamförum og vera með alls konar samsæriskenningar og gróusögur og fá aðgang að fjölmiðlum undir alveg þarna dæmalausar fabulasjónir þarna blaðamennina sem í hlut eiga fjármálaráðherra, hann kemur með þetta ömurlega spark sitt og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Þannig að þarna blaðamenn eru búin að gefa á sér höggstað. Svo er annar blaðamaður þarna hjá Samherja í þessari skæruliðadeild sem var nú verið að afhjúpa, hann var fyrrverandi samstarfsmaður minn, hann Þorbjörn Þórðarson. Þannig að það eru blaðamenn þarna alla vegna og þetta fólk virðist ekki hafa einhvern veginn þessa sjálfsmynd blaðamannsins eða þarna þetta stolt af starfinu og það virðist líta niður á þessa stétt sem það tilheyrði og oft sér maður þetta hjá blaðamönnum að þeir standa ekki nægilega vel með sér og það er ekki einhvern veginn, það er í dag mér finnst það aðeins verið að koma aftur en það var á tímabili bara eins og það væri ekki flott að vera blaðamaður og blaðamenn vildi ekki standa með sjálfum sér og öðrum blaðamenn. En er þetta ekki svolítið grimmt hjá þér, Þóra? Ég þori varla að koma með samlíkinguna helförina, en þú veist, er þetta ekki svo að segja að gyðingarnir hefðu átt að standa fastari fótum? Nei, ég vil nú ekki, ég held að blaðamenn eru engir aumingjar og vesalingar og við getum alveg staðið upp og látið finna fyrir okkur. Það vantar bara stundum samtakamáttin, ég vona að hann sé að koma aftur.
og þarna ég fagna því að Blaðamannafélagið brást hratt og rétt við þessum þarna dæmalausu þarna yfirheyrslum með réttarstöðu sakbornings og félag fréttamanna og ég vona bara að þetta sé upphafið að nýjum tíma núna og við förum eða blaðamenn fara að standa saman sem stétt og hefja starfið aftur til vegs og virðingar, það veitir ekki að. Og þá held ég að kjörin muni fylgja á eftir. Ég held að það verði líka að koma svolítið fyrst. Ég tek undir þetta. Ég vitnaði annað til mála fyrir svona rúmum 30 árum þegar verið að kæra mig og Þóru og ákæra okkur sundur og saman út og suður. Það var svo klikkað að ég hætti að mæta í réttarsalinn. Ég bara tók afstöðu sem maður lærir af Jesú Kristi og ég sagði bara þetta ríkið mitt ekki þessum heimi því það var alveg sama hvað blaðamennirnir sögðu minni í réttarsal, það var ekkert verið að hlusta á það átti bara að dæma okkur. Þá var staðan svo að siðanefndin stóð eiginlega gegn okkur og allir aðrir fjölmiðlar sem enginn að verja okkur. Það var bara skrifað í öðrum fjölmiðlum beinlínis gegn okkur í þessu máli og það hefur nú oft verið þannig og fjölmiðlar hafa bara ekki verið nógu duglegir að standa saman og ég skil ekki af hverju Páll Vilhjálmsson til dæmis kallaður í viðtal til að fara með sko staðlausa stafi og bullum þessa skiljiði það eða ég svona þröngsýn? Mér finnst það spes. Já, ég skal hérna bara afsaka mig af því af hverju ég dró hann inn í umræðina. Ef hann hefði bara verið á sinni bloggsíðu og svona þeirri útvarpsstöð sem hann oftast á, þá hefði ég ekki nefnt hann, sko, en hann bara búinn að vera í öðrum fjölmiðlum og þar er komin inn í svona... Já, ég að tala að hann var fenginn í viðtöl beinlínis til að fara með þessar samsæriskenningar, auðvitað hægt að nefna hann á nafn, ég bara veltaði fyrir mér, af hverju verið að gefa þessu þetta vægi? Af því að það er það sem að menn vilja drepa umræðin á dreif, að hún fari ekki lengur þarna hugsanlega glæpi samherja í Afríku og gagnvart Íslandi heldur því hvort að það var eitrað fyrir einhverjum skipstjóra af RÚV og stolið á honum síma. Kristín, hérna þú ert með tengingar víða heim og fylgist með fjölmiðlum út allan heim. Fjölmiðlar eru að veikjast eiginlega alls staðar í heiminum nema ég held að einhver segi, svo veist, nema kannski á Indlandi eitthvað, ég held að það sé eitthvað svoleið sem að væri mögulegt svara eitthvað. Og á sama hátt svolítið verið að þrengja að, hérna, maður heyrir það, að fjölmiðlamenn, öflugir fjölmiðlamenn fá eiginlega bara hvergi vinnu og að reyna eiginlega að búa til sína eigin fjölmiðla upp úr einhverju eldspýtustokk víða heim. Ástandið á Íslandi, þetta bara hluti af því sem að gerast út allan heim eða ástandið hér á einhvern hátt sérstakt? Nei, við erum sko á engan hátt sérstök hvað þetta varðar og það nákvæmlega það að gerast hér og eiginlega öllum öðrum vestrænum þjóðum. Sigga Dögg nefndi það áðan að hún hefði heyrt náttúrulega svipuðum áhyggjuefnum í samstarfi sínu við blaðamannafélög erlendis og það sama hef ég heyrt. Það er í samskiptum að sjálfsögðu við blaðamenn víða heim og samtök blaðamanna víða heim og við hefum að þessu miklar áhyggjur því þetta ákveðið trend og að sjálfsögðu má náttúrulega ekki nefna sko, svarta kallinn í því samhengi en það má ekki til að mynda varpa fram orðinu fasismi í því samhengi þá allir andköf og blánaði framan af einhverju vandlætingu en það er það áhyggjuefni sem og við blasir í okkar heimshluta, það nú bara þannig. En mér langar hreinlega að segja það að það sem við erum að sjá hér í þessu tiltekna dæmi einfaldlega að áhrifin sem eru nú komin að Íslands ströndum, þau eru komin hingað heim. Og ég þakka að skýra það því að við erum búin að tala það fyrsta lengi á mínum baráttuvettvanginn af Wikileaks og í frelsisbaráttu fyrir Julian Assange að þetta myndi hafa fordæmi, illt fordæmi sem að myndi bergmála út allan heim og það hefur það gert bæði í Bandaríkjunum, í Ástralíu, í Brasilíu, í Bretlandi og núna á Íslandi. Og ef ég má kannski taka smá augnablik það bara til að fara yfir það af hverju kemst að þessari niðurstöðu. Julian Assange ákærður og heimtað 175 ára fangelsi yfir honum af Trump-stjórninni og ákæran í svona tveimur meginliðum. Sá veigaþyngst sú að með því að móttaka, með því að halda og síðan birta trúnaðar upplýsingar sem opinberuðu stríðsglæpi Bandaríkjahers og ýmislegt misjafnt úr utanríkisþjónustunni
að þá hafi hann brotið gegn 100 ára gamalli njósnalöggjöf Bandaríkjanna. Með öðrum orðum, blaðamennska sama sem njósnir. Þetta í fyrsta sinn sem að njósnalöggjöfinni í Ameríku beitt í þessu skyni gegn manni í blaðamannastétt. Julian Assange búinn að vera meðlimur í blaðamannasambandi Ástralíu síðan 2008. Og þetta að sjálfsögðu hefur valdið gríðarlegum viðbrögðum og öll mannréttarsamtök heimsins hafa í sjálfum sig gengið í það að mótmæla þessari aðför. Þetta vissi að sjálfsögðu dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna og skaut þá inn í öðrum lið sem að átti einhvern veginn að vera, diversion, einhvers konar athyglis þjófur í þessu samhengi, sem var það að Julian væri á einhvern hátt sambrotlegur með heimildarmanninum. Þessi síðari liður var endar svo auðmikilvægur að þegar að kom til kasta þessa málsliðar, og þetta var það fjallað í fyrsta fasa í dómsmáli, framsalsmáli í Lundúnum, og blaðamenn komu fram og sögðu, þarna verið að lýsa sem lögbroti eðlilegum samskiptum blaðamanns og heimildarmanns. Síðan kemur fyrrverandi tölvusérfræðingur Bandaríkja hers og segir frá því hvers þvæla sig á ferðinni. Þá skiptir ákæruvaldið bandaríska hest í miðri á og reynir að uppfæra blessað ákæruskjalið og sækir í smiðju siðblinds síðbordamanns á Íslandi sem heitir Sigurður Þórðarson og skýtur þar inn einhvers konar vitleysu inn í ákæruskjalið sem átti að rökstyðja það að Julian væri segur það að tölvuhakk og í því hvað og hvað. Það þetta sprakk af illið í andlitið á þeim þegar að þessi sami Sigurður Þórðarson fer síðan í viðtal á síðasta ári og segir það að allt sem á honum byggt í þessu ákæruskjalið sé tómu þvættingur og ekki að nokkru hafandi. Við sögðum alltaf, þessi ákæra, þessi aðferð sem farin þarna fram gegn Julian Assange myndi hafa áhrif og hún hefur gert það. Í Ástralíu byrjað að ákæra blaðamenn fyrir það að birta upplýsingar meinta stríðsglæpi ástralska herja í Afganistan. Hersveit lögreglumanna réðst inn í höfuðstöðvar ástralska ríkisútvarpsins, ABC, og lagði þar hald á gögn til þess að komast að hverjir heimildamenn fréttamanna þar voru í sambærilegum málum sem snéru að stríðsækstinum. Í Brasilíu Bolsonaro þá var farið í herför gegn blaðamannum Glenn Greenwald sem þar býr og eftir því tekið að aðförum var með ákæruliðum sem voru eins og copy-paste úr Assange ákærunni sem betur fer, það voru dómstólið Brasilíu sem að hrundu þessari aðför þessa íhalds stjórnmálamanns. Í Bandaríkjunum við sjá svipaða tilhneigingu þar sem blaðamenn eru dregnir fyrir dómstóla. Í Bretlandi það ákvað Priti Patel, innanríkisráðherra Boris Johnson, að kynna til sögunar uppfærslu á njósnalöggjöfinni bresku, The Official Secrets Act, sem eins og sniðin upp úr ákæruskjalinu gegn Assange, að segja gera og jafna saman blaðamennsku við njósnir með þessum orwelliska hætti sem að breytum einu lagi. Það ekki ennþá orðið að lögum og náttúrulega mótmælt. Þannig að við erum að sjá þetta sem trend í landi eftir landi og núna það bara komið til Íslands. Það birtist með þessum hætti að þarna verið að fara gegn blaðamönnum og við skulum ekki gleyma samhengi sögunar. Þetta snýst það að blaðamenn fá gögn í hendur og upplýsa meint misferli eins stærsta og öflugasta fyrirtæki landsins sem snýr að mútubrotum, skattalagabrotum og hvað eina til rannsóknar í fjölda landa. Þetta snýst það að það mynduð skærulega sveit með tengslu þetta fyrirtæki og af þessu fyrirtæki sem fer gegn uppljóstraranum og blaðamönnum og beitir orðfæri í sínum samskiptum sem að eru ekkert annað en hatursorð. Það verið að tala hnífanokun, það verið að tala að snúa hnífi í sári, það verið að tala skotvopn og hvaða kalibera stærð og hlaupavítt dugin og best til þess að vega uppljóstraranum og blaðamennina. Þetta var nú ekki að hrista mikið upp í lögreglustjóranum í Norðurlandi, henni Páleyju blessaðri, heldur ákveður hún að snúa í blaðinu og fara gegn blaðamennunum á einhvers konar undarlegum forsendum þess
að þeir eigi einhverja hlutdeild í einhverju broti sem snýr að týndum síma. Þetta náttúrulega algjörlega galið og ekkert annað heldur en smjörklípu aðferðin Hans Davíðs Oddssonar blessaðs eins og Jakob Bjarnar brentinu á held ég í gær. Það að segja að beina athyglinni annað og vekja ótta, vekja óöryggi, þetta ögrun. Með öðrum orðum, og ég ætla bara að segja blákalt, hún Páley, lögreglustjóri, gengin í skæruliða sveit Samherja. Og hún hefur ekki Sigurð Þórðarson, siðblinda síbrotamanni sér við hlið, en hún hefur einn af svipuðu kaliberi, þar að segja þennan Pál Vilhjálmsson sem þau nefnt. Og þarna eru á annan hlýðinni Pál Símalausi, Páley Samherja og Pál Siðblindi. Þetta veruleikinn sem við blasir. Og síðan þegar við sjáum það að stjórnmálamenn belgja sig hér út, sjálfstæðisflokksmenn, formaður sjálfstæðisflokksins, talar að með þjóstu það að blaðamenn séu ekki hafnir yfir lög, þegar hann ætti nú að vita betur, því hann samþykkti nákvæmlega á dag, 17. febrúar í fyrra, klukkan 13:51 á þingi, lög sem að upphefja blaðamenn frá þessum tilteknu 2 lagagreinum í lögum friðhelgi einkalífsins. Lög sem að dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins setti fram í stjórnarfrumvarpi og var afgreitt með atkvæðum sjálfstæðismanna frá allsherjarnefnd. Þetta klárt. Þessi lög eru skýr. Lög heimildavernd blaðamanna eru einnig skýr. Þetta algjörlega galin aðgerð sem við verðum að fara út í og hún verður að skoðast út frá pólitískum forsendum og í pólitísku samhengi og sem lið í alþjóðlegri uggvænlegri þróun sem aðför að blaðamennskunni í vestræna heimi. Þakka þér fyrir þetta. En ég ætla að spyrja það eins að þú afsakaði að þú ætlar að hafa langt mál þetta var bara frábæra aðeins. En að því að í tilefnið sem að Þóra var að segja og að því að þú ert að tala að svona við sem að síga inn í fasismann og næst til þess að vitna í helförina, finnst þér að blaðamenn í heiminum hafi staðið nógu vel með Julian Assange eða þetta svona dæmi það að þegar þeir tóku Julian Assange þá gerði ég ekki neitt og þegar þeir tóku þennan þá gerði ég ekki neitt. Erum við í svoleiðis ástandi að við svona andvaraleysi yfir því hvað að gerast? Ég nenni ekki alltaf Ólafur forsöguna. Þeir eru farnir að gera það. Allir ritstjórnar stefna allar helstu blaða, hvort það New York Times eða Guardian sem að við erum meinilega við svona marga hverja þarna veggja hafa komið til liðsvoða núna. Alþjóðasamband blaðamanna algjörlega skýr í afstöðu sinni. Það breska blaðamannasambandið sem meðal annars að reka mál fyrir mína hagsmuni gagnvart bresku Lundúnarlögreglunni sem að njósnaði mig fyrir bandarísku leyniþjónustuna og það staðfest. Blaðamannasamtök út allt, Reporters Without Borders hafa staðið við bakið á okkur og við bakið á Julian Assange. Það gerir Amnesty International, það gerir PEN International, Committee to Protect Journalists, Freedom of the Press Foundation og allir. Já, það rétt á hvernig tíðanbili þá tókst okkar andstæðingum og andstæðingu Julians að koma ófræðingar herferðinni þann farveg að það fældi blaðamenn frá og þeir eru jafnvel fjandsamlegir. En það komið tilbaka og menn sjá prinsipið í þessu, þetta snýst ekkert Julian Assange, það snýst blaðamennsku, þetta snýst hagsmuni blaðamennskunar og það það sem verður að takast á og það nákvæmlega það sem við að takast á hér heima með sama hætti, þetta snýst ekkert hagsmuni aðalsteins, komið ekki mæntum og þetta snýst ekki hættum hinna blaðamennina, heldur hitt að þarna einfaldlega, ég vil segja það sem að lyktar af pólitískri aðför að hagsmunum blaðamennskunar og því verður að hrinda. Menn getur svo farið út í það hvort að menn eru feimnir við fasista orðalagið. Ég rifjaði það upp að 2013 og þá var ég í morgun útvarpsviðtali á RÚV og nefndi það ég á ekki uppgangi fasismans og við sæjum merki þess að sumuleyti hér á Íslandi meðal annars með aðför að blaðamönnum og blaðamönnum RÚV. Menn ruku þetta handa á fóta og skömmuðum fyrir hvað ég væri orðkvass og með mikil gífuryrði. Ég held að það hafi aðeins breyst hérna viðmótið. Ég sé það í dag
Hann Bragi Páll rithöfundur ekkert feimið við þetta orð, Voldemorts orðið í pistli í dag, og kannski það eitthvað sem verðum að stóla á listamennina, að segja okkur sannleikan og opna umræðina, alveg eins og Vesturport gerir í verbúðinni. En síðan verðum við að taka við og þjóðum verður að taka við, því að við erum bara að sjá ótrúlega sótsvarta andskotans miklu bletti vera að dreifa út allt, og þetta gerist smá saman og í smáum skömmtum, og börnin að fá astma og ofnæmi og óútskýrða veikindi, en við verðum að fara að brunnunum og fara að gera eitthvað róttækt í málunum, því þetta áhyggjuefni. Takk fyrir að minnast á þessa grein. Ég hvet fólk til að fara inn á Stundina. Þetta fasismi í fínum jakkafötum, ef ég mann rétt hvað greinin heitir. En hérna er Atli Þór Fandal líka. Ég sagði á hann að hafa verið fyrir til blaðamaður. Hann er líka framkvæmdastjóri Transparency International, sem að sendi frá sér yfirlýsingu svona á svipuðum tíma, og blaðamannafélagið og félag fréttamanna brást hart við þessu. Hvernig lítið þið á þetta? Er þetta alvarlegt mál? Er þetta eitthvað sem að samfélagið verður að bregðast við af festu? Já, við sendum alltaf frá okkur yfirlýsingu strax hérna í Íslandsdeildinni. Ég er framkvæmdastjóri Íslandsdeildarinnar, vegna þess að við teljum þetta gríðarlega alvarlegt, og við teljum þetta í raun og veru svona merki til samfélagsins að það sé verið að glæpavæða blaðamennsku. Ég er sammála Kristni að við sjáum núna svona afleiðingar þess að ekki var staðið nú vel með Wikileaks og Assange, og ég vinn hjá samtökum, heimsamtökin hjá Transparency voru sek það, og sem betur fer verður nú mikil átök, og þetta hefur nú svona aðeins miðað í rétta átt núna, og við stöndum 100% með fjölmiðlum og blaðamönnum. Í kjölfarið höfðum við þetta samband við aðalstöðvarnar og sögðum að þetta væri mál sem væri það alvarlegt að við vildum fá þau inn í þetta með okkur. Við vildum fá yfirlýsingu frá þeim og svo eitthvað áframhaldandi vinnu sem þá í gangi núna. Ég vil líka segja svo varðandi það sem að hann Bjarni Ben segir, eða hans skrif, ég eiginlega furða mig á þeim, en á sama tíma þá verði ég nú að segja eitt með hann Bjarna, er að hann fylgir þar svolítið svona hans trendi, því að þó það sé talað að þetta sé eitthvað svona óvenjulegt, þá hefur það aldrei verið mín upplifun að Bjarna sé mjög umhugað fjölmiðla. Þetta er maðurinn sem kallaði íslenska fjölmiðla tómar skeljar. Þetta er maðurinn sem að neitaði að mæti viðtal hjá fjölda fjölmiðla vegna vafningsmálsins. Það hefur verið sett lögbann á umfjöllun hans fjármál. Hann eyddi miklum tími að tala niður Guardian fyrir að fjalla hans fjármál líka, og hefur haldið langar ræður oft og nöldur yfir því að fjölmiðlar séu svo neikvæðar og séu alltaf bara að reyna að finna ykkur spillingamál og eitthvað svona. Þannig að maður setur þetta svolítið í það samhengi, og ég er ekki að segja þetta til þess að svona einhvern veginn að gera lítið úr því sem hann segir, að þetta sé bara Bjarni að vera Bjarni, en heldur að hann er dæmi yfirgengilegt virðingarleysi, sérstaklega hans flokks, en líka bara stjórnmálana almennt fyrir fjölmiðlum. Og það er svona svolítið típist að umræðan fari í þetta sé einhverjir blaðamenn með uppstríluð ego og eitthvað annað slíkt. Blaðamennska og sérstaklega rannsóknarblaðamennska er besta leið samfélags og ein ódýrasta leið samfélags til þess að uppræta spillingu. Og það er bara einhvern veginn í mínum huga algjörlega komið nóg að því að það sé komið fram við fjölmiðla á Íslandi eins og þetta sé bara eitthvað leikur, við séum bara eitthvað að dúlla okkur við eitthvað því við getum ekki fara að vinna í fisk eins og allir aðrir. Þetta er raunverulega mikilvægt fyrir samfélagið, og við erum búin að horfa upp á það núna í 10 ár, jafnvel 20, 30 ár, að það vita allir að staðan er mjög vond, og samdrátturinn er svo gigantískur að þetta er, ég er ekki alveg viss það og hefur verið að skoða þess, ég er ekki alveg viss að samdráttur á íslenskum blaðamannamarkaði eða fjölmiðlamarkaði sé sambærilegu við það sem er að gerast annars staðar. Tölurnar frá Blaðamannafélaginu eru þessar: 2013 eru 2238 stöðugildi í fjölmiðlum,
2020 eru þau 876 og 45% af þessum samdrætti gerist milli 2018 og 2020. Ég ekki alveg sannfærður að þetta sé í samhengi við trendin annars staðar. Þetta gríðarlegt fall og 2013 var ekki gullaldartímabil. Og þannig að það sem gerist hérna það að okkar mati glæpavæðing blaðamennsku. Ef að þetta ekki stoppað og ef það ekki hörð viðbrögð, ég vil segja að mér finnst viðbrögðin núna vera miklu betri en þau hafa oft verið. Það hefur oft verið svona tilhneiging til þess að slá út á borðinu og mér segja ýmislegt að þessi Páll Vilhjálmsson sem representar þá sem að tala eins og þetta sé ekkert mál en og þú veist en ég myndi líka vilja fara að sjá einhverja alvöru viðurkenningu hjá yfirvöldum á þessari gríðarlega alvarlegu stöðu og þá einhverjar alvöru aðgerðir. Mér finnst til dæmis mjög merkilegt að það farið í eitthvað svona ársstyrkjadæmi, gefin svona ársákvörðun það, engin fyrirsjáanleiki, ekkert að búið til eitthvað lengra verkefni og svo núna í ár, að þá ákveðið algjörlega upp á þurru að skera styrki niður 20% og það enga faglega forsendur fyrir því, staða fjölmiðla ekki betri, en samt þetta bara gert. Þannig að við höfum sem sagt allavega undanfarið í Íslandsdeildinni lýst gríðarlega miklum áhyggjum af stöðu fjölmiðla, kannski sérstaklega vegna Samherjamálsins en líka vegna þess að það kemur inn í umhverfi viðvarandi hnignunar í gæðum. Það að segja í starfsumhverfi, í launum, í miklum atgerðisflótta og í umhverfi sem að breytast þar sem einfaldlega svona hinnar ökonomisku forsendur bara ekki styrkar lengur og þær voru og svo auðvitað sem að einhvern veginn virðist alltaf verið að líta framhjá að auðvitað algjör fásina að reka markasvætt fjölmiðlaumhverfi í tungumálaumhverfi sem svona í kringum 400.000 manns. Það hefur alltaf verið rugl að ætla sér að gera það en það sérstaklega rugl þegar við erum með aðila eins og samfélagsmiðla og erlend stórfyrirtæki sem einfaldlega að stela auglýsingatekjum fjölmiðla. Vegna þess að Facebook sérstaklega þetta fyrirtæki sem byggir á því að geta selt auglýsingar á vinnu blaðamanna, efnisvinnu blaðamanna. Og það eitt af því sem ég vil kannski sérstaklega nefna sem svona dæmi hversu þetta ekki tekið alvarlega. Einhver ástæðan fyrir því að Ísland aldrei í hópi þeirra ríkja sem eru í hagsmunagæslunni gagnvart Facebook. Það einhver ástæða fyrir því að Google News Initiative sjóðurinn ekki á Íslandi og það einhver ástæða fyrir því að það aldrei neitt samtal það einmitt að Facebook skili eitthvað af þessum tekjum eins og í öðrum Evrópulöndum. Og það finnst mér ég dreg það ályktun og það sé vegna þess að þetta sé ekki tekið alvarlega. Nú skal ég spyrja aðeins. Það augljóst að stjórnmálastéttin á Íslandi ósátt að fjölmiðlarnir séu veikir. Við þekkjum svona pirring Bjarna Gaggvaði sem þú ert að lýsa þessu að gera lítið úr blaðamönnum og þeir séu svona uppfullir af sjálfum sér og sjálfhverfir og bla bla bla. Þetta svolítið munur á þessu eða því sem að Kristinn halda fram að það sé svona fasísk bylgja sem að þýðir það að ráðandi öfl ætla sér að nota ríkisvaldið til þess að stýra umræðunni og takmarka gagnrýni. Hvort við þeirri stöðu að ráðandi öfl á Íslandi séu að nota ríkisvaldið til þess að kæfa niður opna samfélagsumræðu sem forsenda þess að við getum rekið hér opið virt lýðræðissamfélag? Ég alveg til í að segja að þetta séu fasísk tilhneiging og yfirvöld séu með þessu og ýmsu fleiru að gera tilraun til að kæfa sérstaklega blaðamennsku sem að skilar árangri eins og þú vitnaðir í rússneska vinkonu þína. En ég líka að segja að það aðstoðar þá að umhverfið sé svona og skýrir mögulega hvers vegna aldrei gengið harkalega til verks að leiðrétta hnignun og vandamál sem við höfum vitað að séu viðvarandi. Þú færð ekki pólitískan vilja til að laga eitthvað sem að grillir svo í það
eða örlar í það sé pólitísku vilji til þess að gera jafnvel enn verra. Já, það er eiginlega staðan sem er verið að lýsa. Það er annars vegar viljaleysi til þess að bregðast við hörnun blaðamennskunar vegna veikari stöðu fjölmiðlanna, fækkun í stéttinni og öllu því. En síðan kemur til viðbótar. Þá er verið að nota afl ríkisvaldsins til þess að hindra blaðamennsku. Ég veit ekki hvað, er ekki í svona tímapunkti alltaf rétt að spyrja hvað gerum við þá? Sigríður Dögg, það beinist að þér. Já, mér langar að því að Kristinn sagði við þurfum að grípa til róttækra aðgerða og ég er alveg sammála því og við erum búin að vera svolítið stéttin að ræða þetta núna frá bara undanfærin misseri og sérstaklega svona frá því að þetta Samherjamál komu upp, ekki þetta síðasta, ekki ég kalli þetta alltaf Skrímsladeildina, ég veit að þetta er ekki Skrímsladeildin þó það er kannski réttnefni, heldur skærilega deildin. Heldur bara frá því að ofsóknirnar á hendur Aðalstein og Helga Seljan hófust. Hvað við getum gert til þess að vega blaðamennsku til vegs og virðingar í samfélaginu aftur. Ég held að það, eins og Þóra bendir á líka, þá er svolítið lykillinn að því hvernig við lagfærum þetta ástand, hvernig við leiðréttum þetta ástand og sem að bæði sú umræða sem skapaðist í kjölfar skærulega deildarinnar umfjöllunar hana og það sem er að gerast núna verður til þess að jákvæði hlutur við það ég tek undir það með þér Þóra, er að fjölmiðlar komast á dagskrá og við fáum rými til þess að ræða það hversu mikilvægt það það starf sem við erum að vinna og við verðum líka leyfa okkur að tala þetta án þess að við eitthvað hrætt það að við séum að setja okkur einhvern háan hest. Af því að ef við gerum það ekki sjálf og minnum fólk á það, hvaða hlutverki við gegnum í þessu lýðræði samfélagi, þá enginn að fara að gera það fyrir okkur. Og það enginn Bjarni Benediktsson að fara að tala fyrir hönd fjölmiðla og segja fólki og almenningi hversu mikilvægt starf við erum að vinna. Sérstaklega ekki ef við gerum það ekki sjálf. Þannig að ég held að uppsprettan þurfa að vera þar, við þurfum að vera óhræddari, ófeimnari við að deila því með almenningi hversu mikilvægt starf okkar fyrir það, fyrir almenning, fyrir lýðræði vegna þess að Þetta er ekki sérstaklega róttækt, Sigríður Dögg. Ég held að þú sagðir róttæk aðgerð, þá held ég að segjum að sé lögbann á umfjöllun stundarinnar fjármál Bjarna Benediktsson, þá standa blaðamenn saman og bara ræða ekkert við hennar mann. Bara skilja hann eftir í bara, þú ert ekki að tala um eitthvað svoleiðis? Já, svona eiginlega með langan aðdraganda því sem ég ætlaði síðan að segja, en þetta er bara svo leið sem við höfum verið að fara undanfarna misseri, vegna þess að ég held að við höfum í rauninni ekkert svo mörg önnur tæki og tól og þess vegna væri svo glöð að heyra að Kristinn sagði við þurfum að fara í róttækar aðgerðir vegna þess að ég er sammála, við þurfum að ræða hvaða aðgerðir geta það verið og hverju mun það skila. Að ég er alveg til í einhverja róttækar aðgerðir og ég held við séum komin þangað að svo umræða sem við höfum verið svona að reyna að undirbyggja að undanfærin misseri mann finnst maður alltaf verið komin eitt skref aftur bak þegar maður hrekkur síðan 2 tilbaka eins og með þessum píslan Bjarna. Ég veit ég á kannski geta taka þetta of alvarlega og vera eitthvað svona, keppa mér of mikið upp við að hvað einhver einn maður út í bæ er að skrifa og það er í rauninni ekkert ólíkt öðru því sem hann hefur verið að halda fram fjölmiðla hingað til, en mann er bregður samt vegna þess að ég hélt við værum komin lengra, ég hélt að umræðin væri aðeins að þroskast og við værum aðeins að okkur væri að takast að upplýsa þó það væri ekki nema pólitíkina þau þurfa okkur að halda, þú veist, til þess að koma sínum málflutningi á framfæri við almenning, þó það væri ekki nema bara þess vegna. Þess vegna bara fagna ég allir umræðum róttækni og bara óska eftir hugmyndum. Það eru velkomnar. Kristinn, hvað hugmyndir? Mér finnst þetta sjálfsagt fyrir að taka yfirlýsingu Bjarna alvarlega. Þetta er valdamesti maður í Íslandi líklega sem að gefur út yfirlýsingu það að þegar þið gangið erinda Samherja og auðvaldsins sem er á bakvið flokki minn, að þá mun ég venda ykkur. Þetta er bara með alvarlegri pólitísku yfirlýsingu sem hafa komið fram á þessu ári. Já, ég er sammála, en þú veist að ég er búin að nefna hann 3 þá vil ég ekki að hljóma eins og ég sé með hann á heilanum. Nei, en ég ætla áður en að Kristi fara að svara því til hvaða aðgerða hann vill grípa eða hvað hann óska eftir. Þá var langar mér að spyrja Aðalstein sem er blaðamaður sem er verið að leiða ekki til slátrunar heldur inn í svona yfirheyrslu hjá lögreglunni. Hvað má bjóða þér? Hvað vilt þú sem aðgerðir?
á móti þessu? Sem aðgerðir þessu, ég held að sko við sem fagstétt, við sem blaðamenn berum náttúrulega ábyrgð því að leyfa þeirri orðræði sem hefur fengið að vera ríkjandi síðustu 10-20 árin að minnsta kosti. Ég náttúrulega bara 32 ára, ég man ekkert mikið lengra aftur heldur en það. Að leyfa þeirri orðræði ekki að sko lifa óáreittri. Það þarf ekkert að skammast þín fyrir að vinna starf blaðamanns. Ég skal sýna því fullan skilning að umfjöllunar eða andlag þeirra umfjöllunar sem ég tek þátt í að skrifa eða gera sjónvarpsþætti eða heimildarmyndir að þeim mislíki það að ég sé að afhjúpa eitthvað sem þeir hafa gert eða einhver vandamál. Og því skal ég sýna fullan skilning og það bara partur af þessu sko faglega í starfi blaðamannsins að sýna því skilning og nálgast það af eins mikilli nærgætni og við á hverju sinni. Aftur á móti, þessar sko árásir sem að koma oft í formi einhverja háðspistla eða svona það sem að virka sem létt skot einhvern veginn svona eins og við höfum séð undanfarna daga og vikur, þá geta leyfa þessu að hanga. Þá geta leyfa þessu að stýra því hvernig rætt það sem við erum að gera. Núna algjörlega búið að horfa fram með því hvað kom fram í þessum fréttaflutningi. Að alvarlegast í þessu ekki einu sinni árásir á blaðamenn, heldur skipulagðar tilraunir þessara skæruliðadeildar til þess að reyna að koma í veg fyrir það að Jóhannes Stefánsson, uppljóstrarinn í Samherjamálinu, myndi bera vitni í sakamáli sem búið að fara með fyrir dóm í Namibíu. Það það sem að þessi hópur var að plotta. Það stóra afhjúpurinn í skæruliðadeildar umfjölluninni. En við erum alltaf að leyfa umræðunni af því að við erum rög við að taka þátt í henni sjálf, að fara að snúast eitthvað allt annað. Og það hljómar kannski ekkert sérstaklega róttækt þegar maður segir það svona að blaðamenn þurfa að standa betur með fréttunum sínum og aðrir blaðamenn þurfa að muna hvað málin snúast. En eins og málin hafa þróast síðustu ár, bara frá því ég kom inn í þessa stétt fyrir einhverjum 12 árum síðan, að þá held ég að sko, fyrir marga blaðamenn sé þetta ansi róttækt. En þú ert að tala aðgerðir og þú ert að tala að ekki láta færa umræðuna út í, ekki láta smjörklípuna virka. Væri það eðlilega aðgerð Ríkisútvarpsins til dæmis að endursýna Kveiksþátturinn Samherja? Já, Kveiksþátturinn Samherja eins og allir aðrir þættir Kveiks aðgengilegir öllum á vefnum og ég hvet alla til þess að fara bara inn á rú.is/kveikur/Samherjaskjölin og bara rifja þess upp hvað þetta mál snýst. Þeir sem vilja lesa skæruliðadeildina geta farið inn á stundin.is/skæruliðadeildin. Þessar upplýsingar eru þarna og þegar umræðan fer bara eitthvað allt annað, að þá þurfum við bara að minna fólk á það hvað undir. Og það ekki mín persóna eða mínir persónulega hagsmunir. Og þú veist, svo að það sé sagt, þá snýst sko þessi lögreglurannsókn og gagnrýni sem að ég hef á hana og þær aðferðir sem að lögreglan virðist tilbúin að beita, hún snýst ekkert mig. Ég hef ekkert óttast í þessu. Það engin niðurstaða möguleg í þessu máli heldur en góð niðurstaða fyrir mig persónulega. Og ég persónulega, Aðalsteinn Kjartansson, einstaklingurinn, ég ekki hafinn yfir nein lög. Ef ég brýt að mér, ef ég brýst einhvers staðar inn, ef ég frem eitthvað líkamsárás, þá sjálfsögðu þarf ég að svara fyrir það. Gagnvart lögreglu, dómsvaldi og bara öllum. Í hlutverki mínu sem blaðamaður, þá löggjafinn búin að færa mér ákveðnar skyldur og réttindi til þess að sinna þessu starfi sem að við erum öll með þessum samfélagssáttmála búin að koma okkur saman að sé mikilvægt að sé unnið. Og þá að horfa á það og það gagnrýnivert varðandi framkomu og framgöngu lögreglunnar núna.
Gott mál. Kristín, hvað ber að gera? Það er hljóðlaust. Það komið hljóður núna fyrir ekki. Ég vil geta spyrja bara aðeins hvenær og hvar á hann að mæta á mánudaginn? Liggur það fyrir? Ég á að mæta klukkan 10 og lögreglustöðin á Vínlandslið. Lögreglustöðin á Vínlandslið? Hvað er óskópnum við það? Ég á eftir að finna það á kortagrunni á. Vínlandslið er í Grafarholti. Það er í Grafarholti. Já, það var ein hugmynd bara hreinlega að fólk sýndi samstöðu með því að standa það fyrir utan á mánudaginn klukkan 10 og með því bara hreinlega að standa þar að sýna hugsynd til þess að það sé verið að senda hér lögreglulið að norðan með ertum tilkostnaði í þessa sneipuför. Ég bara hvet alla til að gera það. Ég ætla að gera það. Það er ekki boðlegt að við höldum svona áfram að grípa til einhverja aðgerða. Við verðum bara að standa öxl við öxl og komast að því hver er besta leiðin. Við skulum bara ekki gleyma því að við erum að hrynja niður listan hér Íslendingar yfir frjálsa pressu í heiminum samkvæmt mælistiku Reporters Without Borders. Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Finnland er í 1. til 4. sæti. Við erum komin niður í 16. og erum á leið neðar ef að framheldur sem horfir. Og það er mjög alvarlegt að ofan á einkaréttarlegar ofsóknir, ofan á ofsóknir skerulega sveitar og orðfæri stjórnarmanna, að þá er valdstjórnin, lögregluvaldið, komið þarna inn í. Við verðum að vera stuð. Og svo þetta leggja til svona, við getum kallað svona stjórnmál götunar, þar sem að almenningur hefur eiginlega ekkert annað heldur svona mótmælin vegna þess að því svona formlega kerfi er að bregðast. Því meira sem það bregst að því oftar þarf almenningur að grípa til svona aðgerðar, að bara að taka sér vettvanginn sem er á götunni og berjast þar. Þú ert að segja það, Kristín? Ég er að segja að það er algjörlega staðreynd að það hreyfist ekkert í þessu sírópsamfélagi sem við búum í, nema fólk hreyfi sig úr stað. Það þýðir ekki að skrifa bara undir einhverjar yfirlýsingar eða mæta á fundi eins og hér online. Við verðum bara að hreyfa okkur úr stað og verðum að sýna það með þeirri hreyfingu og okkur er ekki sama og við getum staðið saman. Þetta er mörgótti frumstætt en sígilt og það eina sem dugir. Það er að segja. Þú hefur reynslu af því, þú hefur verið í mörgum svona samstöðum út af Assange-málinu út í London. Já, fyrir nokkru vikum þá var ég með hópi manna og meðal þingmönnum allmörgum og blokkara umferð í Oxford-stræti á Parliament Square í London og svo framvegis. Gleymið því ekki að það hefur alltaf verið staða einstaklingsins öxlu öxl sem hefur verið hreyfiafl og við megum ekki gleyma því að þar er afl fjöldans. Lýðræði er ekkert að virka sem skildi í okkar samfélagi þegar að meirihluta vilji er hundsaður í veigamiklum málum, hvort það er í sjávarútvegsmálum eða útgjöldandi heilbrigðismáli eða hvað sem vil hafa það. Hvenær hefur eitthvað alvöru hreyfiafl komið til? Jú, það þegar fólk fer út á götu. Það gerðist í janúarlok 2009 og það gerðist eins og Jóhannes manna best 2016 í stærstu mótmælastöðu Íslandssögunar á Austurvelli þegar þá var þetta forsætisráðherra ákvað að hunskast í burtu. Það var enginn að kasta grjóti, það var enginn að kasta eggjum, það var ekki mikið verið að hrópa, fólk bara mætti, það stóð og með stöðu sinni, sýndi vandlætingu sína og lagði áherslu á kröfu sína að það væri ekki verið að gera þetta þeirra nafni og það yrði að breyta af þeirri vegferð sem þeirri vondu vegferð sem væri verið að stefna þjóðin í. En það er búið að skipuleggja mótmæli á Austurvelli. Klukkan 2 á laugardaginn var ég að heyra að ég var að fá boð á þessi mótmæli og óskum að við myndum mæta blaðamenn sem flest og það er hópur af fólki sem ég veit í raunin ekki hverjir eru. Væntanlega þá, ykkur bara eins og þeir að tala almenningur sem er annt frelsi fjölmiðla og umræðu nauðsyn þess fyrir lýðræðið að standa vörð frjálsa fjölmiðla. Austurveldi klukkan 2 búið að skipuleggja einhvern Facebook-hóp og búið að fá leyfi frá lögreglu skynst mér og borginni til þess að halda þessi mótmæli. Þannig að
þetta að byrja. Þetta byrjar á laugardaginn og mögulega þá eins og Kristinn að stinga upp á, hugsanlega gæti þessi hópur síðan hist aftur við lögreglustöðina. Við Vínlandsleið. Við Vínlandsleið. Ég hvet til þess að fólk þrói það svolítið áfram, bendi á að víða heim eru mótmæli núna þannig að koma trukkar og loka umferð og þetta mjög skammt frá stórri umferðaræð sem að liggur upp í Mosfellsbæ. Þannig ef að menn vilja gera eitthvað að vekja almennilega athygli á þessu, þá þetta að þroska einhverja tegund mótmæla, önnur heldur en sem Íslendingar hafa þroska sem að samstaða niður á Austurvelli, sem að eins og Kristi benti á að árangurslíkasta var eftir kast og stótt og ég held að hafi ekki náð að líða 2 sólarhringar áður að forsætisráðherra búið að segja af sér, sem að ég held að séu fljót virkustu mótmæli heimsugunar sem átti sér staðnir á Austurvelli á sínum tíma. Jóhannes K. spurningin sem núna, hvað ber að gera? Hvað ber að gera? Ég bara fagna mótmælum, ekki spurning, og ég alveg sammála Kristni að bara lýðræði virkar þannig að þegar að fólk safnast saman og það þarf ekki að öskra, það bara samstaðan skiptir máli. En ég held að við þurfum líka að minna okkur á það hvað, eins og Aðalsteinn var að tala hvað, og Sigríður Dögg líka, ég meina við störum sem blaðamenn og hvað gerum við? Við tökum við upplýsingum, við förum í gegnum upplýsingar, við greinum þær, við setjum þær fram á mannamáli og fólk elskar upplýsingar, almenningur elskar afhjúpanir. Það elskar fréttir spillinguna sem að þrífst í samfélaginu, það elskar fréttir sem eru sagðar á mannamáli og sem hafa áhrif. Og það bara góð blaðamennska, sama hvort að menn kalli það rannsókn og blaðamennsku eða hvað. Það góð blaðamennska og það hlutverk blaðamanna að koma þessum upplýsingum áfram. Ég held líka að það skiptir máli ef maður hugsar aðeins út í þessi fælingar á. Ég man alveg mjög vel eftir fyrstu stóru erfiðu fréttinni minni og þessi bylgja óánægju samfélagsins og ráðandi eða fólks í samfélaginu sem hafði einhverja rödd, háttsettra einstaklinga, hvaða áhrif þetta hafði á mig, bara sem blaðamann og bara sem persónu, að fara í gegnum þennan fyrsta skap. Það brýndi mig og restin skiptir ekki máli vegna þess að þú þarft að komast í gegnum þetta. En með svona aðgerðum eins og verið að fara í gegn þessum 4 blaðamönnum, auðvitað hefur þetta fælingar áhrif á kannski ungt fólk sem svona veltaði fyrir sig, já ég myndi vilja starfa sem blaðamaður og nota benni, við þurfum líka að flokka blaðamenn í hópa. Ég gleymi því ekki þegar ég, að því Aðalsteinn nú þarna, þegar ég var svona að velta fyrir mig hvernig ég gæti nú fengið með mér í að vinna Panama-skjölin og mér fannst það mjög efnilegur, hafði gert flotta fréttir og var svona með vinnubröð sem ég kunni virkilega með þetta. Og ég spurði hann að því, við vorum á ráðstöfnu rannsóknarblaðamenn í Noregi, alþjóðaráðstöfnunni, og ég spyr Aðalsteinn að því og hvað ætlar þú að verða frægur í fréttum, gera fullt af stand-upum og fara svo að vinna sem upplýsingafulltrúi. Og hann hló og sagði nei. Ég myndi frekar opna veitingavagn og fara að selja hambúrgar heldur en að fara að vinna sem upplýsingar. Ég bara taka þetta sem dæmi. Það eru blaðamenn sem eru tilbúin til að leggja allt á sig og til þess að koma fram með þessar upplýsingar sem fólk elskar og við þurfum að reyna að byggja undir það að fá bara fleira, auðvitað þarf að bæta starfsumhverfið og allt það, en það þarf líka að fá gott fólk og Kristinn Hrafnsson kann nú sögur af því, hvað eru, þegar einhverjir koma inn á ritstjórn nýir, það ekki endilega fólki sem kemur úr mastersnáminn í blaðamennsku sem eru bestu blaðamennirnir, sem eru potensiál bestu blaðamennir, þannig að við ættum að ýta undir það líka. En samstæðan skiptir máli, ég alveg þar, sko. Já, ágætt að minna á það líka að blaðamennska sem við erum að ræða núna kannski ekki, fjölmiðlarnir ekki það sami hlutur. Það margt sem inn í fjölmiðlunum sem ekki kröftu blaðamennska. Kannski ef að fólk vil skilja einhverja líkingu þá þetta kannski eins og munurinn á kirkju og trú. Þú getur verið með eldheita trú en kirkjan getur verið andstyggileg stofnun. Þannig það bara. Og þess vegna þegar þið voru að ræða samstöð og svona að þá það ekki endilega samstaða með fjölmiðlum almennt að með ekki gagnrýna fjölmiðla. Ég trúi því ekki heldur að standa með svona kröftur í blaðamennsku, rannsóknarblaðamennsku sem við tala um. Herðu, það 2 eftir sem ég ætti að svara spurningunni hvað ber að gera, Þóra Kristín?
Já, sko, mér finnst þarna þetta sem þú komst á, þarna, mér finnst, sko, blaðamenn hafa tekið gagnrýni svolítið gagnrýni á fjölmiðla sem gagnrýni alltaf á þá sjálfa, þannig að það hefur ekki mátt, sko, gagnrýna fjölmiðlana sem stofnanir. En það sem hefur gerst á Íslandi, að því við vorum að tala fasisma, það að þarna, og á Íslandi og víðar, það þarna að stjórnmálamenn og fjármagnseigendur hafa gengið afskaplega illa fjölmiðla og það hefur skapað gróðrastíu fyrir fasisma. Það var enginn sem ákvað held ég að nota fjölmiðlana beint til að koma á fasisma á Vesturlöndum, en við sitjum uppi með það á Vesturlöndum að við erum með ónýta fjölmiðla og fasismin veður uppi og Ísland það engin undantekning. Við erum með ónýta fjölmiðla sem eins og ástandið núna og við verðum að fara að taka á því. Fjölmiðlafólk verður að standa upp og láta finna fyrir sér. Ég hvet Blaðamannafélagið til þess að halda mótmæli þar sem með félagi fréttamanna, þar sem að blaðamenn hreinlega bara leggja niður störf og fréttamenn ganga út og mótmæla þessu ástandi og krefjast þess að það sé hlúð af þessum lýðræðisstofnunum sem fjölmiðlar eru fyrir okkur öll, ekki bara fyrir blaðamenn, heldur bara fyrir samfélagið. Mér langar aðeins að fá að taka upp hanskan fyrir fjölmiðla og þú veist mótmæla því að þeir séu ónýtir. Þeir eru vissulega ekki eins sterkir og við vindum að þeir væru, en við sjáum samt að við erum með öfluga fjölmiðla og öfluga blaðamenn sem eru að gera sitt besta með aðstæður. Ekki gleyma því að aðstæður eru kannski það sem að hamlar okkur mest í að gera meira af því sem við gerum vel, en við gerum vissulega Ég bið strax afsökunar Sigga mín á grófu og grottanlegu orðalagi. Ég meinti það ekki þannig. Ég meinti að umhverfið ónýtt. Við þurfum að renna stoðum undir fjölmiðlana. Það sem gott í fjölmiðlum í dag, það fólk sem að vinna nánast í sjálfboðavinnu við að skapa hérna góða fjölmiðla. En það vissulega. Það ekki undir. Umhverfið eitthvað sem við þurfum sannarlega að laga og bæta starfsaðstöðu og efla vitund bæði blaðamanna og almennings hlutverk sitt. Það grundvallaratriði. En ég heyri hvað þú segir með þessi mótmæli. Þættinum, það var að berast hérna nýjar fréttir að það verið að undirbúa líka mótmæli á Ráðhústorginu og Akureyri og ég hvet hlustendur til þess að það nú enga stund verið að gramsa það bara upp á Facebook, það einhvers staðar viðburður sem að boðar þetta. Atli Þór Fanndal, má ég bjóða þér að binda slaufu á þetta hjá okkur? Já, mæta mótmælunum helgina. Ég tek líka undir það að það væri kannski ekkert galið að fjölmiðlar tækju sér allavega í dag eða að sýna hversu fátækt okkar samfélag væri án þeirra vinnu. Ég held reyndar líka sem kannski ekki mjög róttækt að það verði að fara í að krefjast þess að koma sér til móts við starfsumhverfið. Og svo held ég bara, mér fannst nú eiginlega bara Aðalsteinn svona eiginlega sína það bara svona erkitýpu faglegs blaðamanns þegar hann talaði hérna áðan hvað þetta mál snerist og hérna að þetta snerist nú kannski ekki hann heldur að blaðamenn kannski sjálfir sjáu það að þú veist oft fólk að reyna að verja fæið þó að það virki eins og menn séu með of miklar áhyggjur á sjálfum sér. Það hefur ekki verið mín reynsla af blaðamönnum að þeir hafa svona miklar áhyggjur á sjálfum sér. Og ef ég má segja eitt að þú tókst það sérstaklega fram að ég vildi ekki vera kynntur sem blaðamaður og eftir þessa umræðu þá finnst mér mjög mikilvægt að komi fram að það var gert að virðingu við starfandi blaðamenn vegna þess að ég ekki lengur starfandi blaðamaður, ekki vegna andúðar mín á starfinu. Ég mjög stoltur. Ég skildi það alveg þannig, Atli. Ég skildi það alveg þannig. Herðu, það margt sem við getum rætt hérna. Það margt sem við getum rætt hérna. Já. Til dæmis hverju stuðningur stofnana og þeirra sem að reka ritstjórnirnar. Það alveg sér kapitúli sem við gætum verið að ræða og margt annað sem að við höfum ekki drepið á. Þó að þetta hafi verið mjög fín umræða hjá okkur og mögnus, að þá þetta margt annað sem við gætum haldið áfram að tala og ég ætla að reyna að halda þessar umræðu áfram við rauðaborðið. En Kristinn Hrafnsson, hann með innskot rétt áður í slíðþættinum. Ég ætla nú bara svona að slöfa því aftur það sem góð orð frá Fanndal að það við skulum aftur okkur að því að við erum að tala fasisma og við erum ekki verið að feimið það að tala tilhneigingar og veikingu fjölmiðla, það bara staðreynd. En merkin þar eru
yfirleitt fyrst að birtast í aðföra fjölmiðlum. Blaðamenn eru kanarífuglinn í kólnámunni, það eru við sem verum á þessu vettvangi, við erum það sem höggvið í fyrst, það líka síðan útlendingahattur, það líka að tala njósnaheimildir lögreglu og vopnaburð, allt sem við séum á síðustu dögum í Íslandi, en blaðamenn verða að vera í oddastöðu og verja sig og verja samfélagið og þar með verja lýðræðið. Þess vegna verður það að berjast. Ok, við þurfum að berjast og það fasismi þannig að þá það ríkjandi öfl sem að nota ríkisvaldið gegn almenningi. Þannig það ekki, þegar fasismi rís að þá ekki, þá kallar maður ekki á ríkið til þess að hjálpa sér. Þá fer maður og mótmælir og maður stendur með almenningi og býr til eitthvað afl sem á móti ríkisvaldinu. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir, Aðalsteinn Kjartansson, Sigríður Dögg Auðunsdóttir, Jóhannes Gáður Kristjánsson, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Kristi Hrafnsson, Atli Þór Fanndal. Ég þakka hlustutum mínum kærlega fyrir. Samstöðun svona viðbrögð við hörnandi fjölmiðlaumhverfi og veikt ef þið viljið taka þátt í uppbyggingu samstöðuna, það getur gengið í alþjóðfélagi, það gert með því að fara inn á samstöðu.is. Þið getur líka aðstoða okkur með því að læka og dreifa og gera alla þessar hluti sem þið kunni sem á samfélagsmiðlunum. Þið eru raunverulega dreifikerfið og það væri okkur greiði gerður ef þið mynduð aðstoða okkur við það. Næst á dagskrá á samstöðunni verður vinnuskúrinn sem verður á laugardagsmorgun klukkan 10, þá mætir Sólveig Anna Jónsdóttir sem fyrsti gestur, en síðan bætast við fleiri og við ræðum fréttir vikunnar og svo heldur dagskráin áfram. Samstöðun í hraðri uppbyggingu. Hvet ykkur til að fylgjast með. Takk fyrir í kvöld.